Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Verið velkomin hér í fyrsta íþróttaþáttin minn sem heitir Bekkurinn. Og ég ræðist ekki að gera það sem er lægstur. Til mín eru konir tveir að reyndustu íþróttafréttamönnum landsins, Arnar Björnsson og Guðjón Guðmundsson, Gaupi. Þið eru báðir velkonir. Takk fyrir það. Takk fyrir það, kærlega. Já, það er nú líka svona tilefni kannski á morgun fyrsti leikurinn á Evrópumeistaramótinu. Ég hef enga trúið að Guðjón fylgist með það, en við getum prófað það. Já, ég áttaði mig á því að því ég fekk skilabúðin frá þér. Já. Þá svaraði ég nú alveg hæl. Já. Og vildi koma. En svo því ég var búinn að svara þá hugsaði með mér andskotin. Já, það er Evrópumótið, það er að byrja. En ég mæti og ákveðin í því. Já. Skemmtilegt. Já. Og sérstaklega því ég frétti hver er þið með mér, Arnar Björnsson, og þá vissi ég að þetta er huggulegt og gott. Og svöruðu báðir alveg hæl. Og við erum vanið því. Já, og báðir mjög jákvæðir í svörunum. Alltaf jákvæðir. En Gaupi, þú átt nú að vera stoltur, sko. Sonuðinn er landsliðsþjálfari. Þetta er bara gengið alveg ágætlega vel hjá hann. Já, ég myndi nú halda það. Sko, Snorri Steinn Guðjónsson í þriðju persónu. Já. Fekk þetta í fangið fyrir tæpum 3 árum, eða nú í sumar eru 3 ár síðan hann tók við landsliðinu. Já. Þá sagði ég nú að það myndi taka hann 3 ár, kannski 4, að búa til alvöru lið. Þetta er 3. móti sem hann er að fara á með liði núna. Já. Og undir hans stjórn finnst mér liðið hafa vaxið, spila vel. Í Þýskalandi 24 fannst mér liðið spila frábæran bolta þráttur að úrslitin féll ekki með okkur. Menn töluðu þar mikið Ungverjaleikinn í riðlinum sem hefði tapast. En eftir á að hyggja þá var það ekki sá leikur sem að fór með okkur. Heldur var það Þýskalandsleikurinn. Á móti Þýskalandi þegar að 40 sekúndur eftir er staðan 25-24. Við förum á vítapunktinn, einn okkar reyndasti maður, hann misnota vítið og Þjóðverjarnir skora úr hraðhlaupi 26-24. Ef að sá leikur hefði farið í jafntefli 25-25, þá hefðu Þjóðverjar setið eftir á heimavelli en við farið áfram. Sama gerist raun í Króatíu. Sko, við spilum þar frábært mót, töpum bara einu leik. Og menn tala mikið Króatíuleikinn þar. En svona eftir á að hyggja var það ekki sá leikur sem fór með okkur. Það var Egyptaleikurinn. Á móti Egyptum þá erum við lengst af 5-7 mörkum yfir. Vinnum hann að lokum með 3 mörkum. Þá fara þjálfararnir að skipta svolítið inn á og hvíla menn. Ef við hefðum unnið Egypta með 4 eða 5, hefðum við farið áfram. Þannig að það er oftar en ekki svo stutt á milli í þessu. Liðið hefur spilað vel í öllum undankeppnunum, ekki tapa leik þar, undankeppnum HM og EM. Og ég tók þetta nú saman núna áður en ég kom hingað að undir stjórn þjálfarateymisins hefur íslenska liðið leikið 33 leiki, unnið 24, gert 2 jafntefli og tapað 7. Og það verður þá einhver að leiðrétta mig ef þetta er rangt hjá mér. Ég held frá 1958 þá sé ekkert þjálfarateymi með betri tölfræði í landsleiknum talið. Sigrar, töp og vinningar. Og þetta var bara eftir að batna. Nema vera skildi Hallsteinn Hinriksson sem þjálfaði liðið 61, ég er ekki alveg viss það, en ég held að tölfræðin sé með þeim í liði. Já, það er merkilegt, sko, og gott að vita það. Og fólk heyri það að þetta er góður árangur. Er það ekki? Þetta er mjög fínn árangur og ég er ekki nokkur vafa með það þó að ég sé í hópi þeirra bjartsýn og ævilega fyrir svona stórmót að þá held ég að það sé innistæða fyrir þeirri bjartsýni núna. Já. En sko, náttúrulega eru þjálfarar líka misheppnir með mannskap, sko. Sko, leikmennin er ekki alltaf að sama klassa, sko, frá ári eða áratug til áratugar. Nei, og ekki frá móti til móts. Já, kannski það líka. Sko, á síðasta móti þá vantaði okkar besta mann og Mæninga Magnússon, hann var ekki með. Já, hann er með núna og við erum svolítið háðir því Íslendingar að okkar bestu hestar haldi út á svona móti. Já. Við höfum ágæta breidd og í aðdraganda mótsins er talað það að breiddin sé góð og hafa aldrei verið meiri.
En sko, ég vil meina að við þyrftum ögn meiri breidd til þess að geta farið alla leið. Ég held að sé möguleiki að gera gott mót og á næstu árum og þetta lið nái langt. En við þurfum að vera heppnir með meiðsli, við þurfum að vera heppnir með svona standið á leikmönnum og ef að það gengur allt eftir og engin meiðist þá getum við gert frábæra hluti. Ég fæ ekki betur síðan að standið okkar leikmönnu sé mjög fínt og þetta er svona góður hópur og ég tek undir það sem að Guðjón segir að þetta skiptir þetta máli að lykilmenn með ekki meiðast og það eru þetta þessi gamla klísja, við erum kannski svolítið tæpari heldur margar aðrar þjóðir því að við höfum ekki kannski sama mannvalið. Ok, þó við eigum jafnmarga leikmenn, þá skiptir það máli hverju það eru. En svo hefur við líka svona skemmtikrafta, til þess að Gísla Þorgeir var hann að spila handbolta, mjög gaman, hann er uppátækjasamur. Já, ég meina, mér finnst þetta lið vera að spila gríðarlega skemmtilegan handbolt. Þetta er svona handbolti sem ég kann að meta. Þetta er svona hraður og skemmtilegu bolti og ég held að við mættum að sjá það strax í fyrsta leikamóti í Ítölum að eina sem ég er svolítið hræddur við er það að fyrsti leikur mót er alltaf svona dálítið erfiður. Við erum að fara að spila við lið sem að við eigum að vinna en við skulum ekki vanmeta Ítalina. Það eru oft gerst og við höfum oft séð skrítin úrslit í fyrsta leika en ég hef fulla trú á því að við vinnum þennan riðil. Fengum við ekki einhvern tímann skell hérna á mútið Suður-Kóreu? Jú, það átti að segja það. Sælla minningar, 86, töpuðum með 9 marka mun í Genf fyrir Suður-Kóreu. Það var mikið áfall. En við heldum nú áfram og unnum síðan í framhaldinu Tékka með 1 og Rúmena með 2 og komumst áfram í milliriðil og vorum ansi nálægt í að fara þá alla leið í undanúrslit en töpuðum fyrir Ungverjum, ég man rétt með 1 marki í Basel og sem gerði það verkum að við spiluðum 5. til 7. sætið á móti Spánverjum en Ungverjarnir fóru í úrslitaleikinn sem þeir töpuðu á móti Júgóslöfum. Já, varst þú þá aðstoðarþjálfari? Þá var ég með Bótan Kowalczyk, þeir merka kalli, aðstoðarmaður hans. Það var full vinna í 13 ár hjá mér að vera með honum. Já, hann var sérstakur. Skemmtilegur, kröfuharður. Hann breytti miklu. Hann gjör breytti handboltanum í Íslandi. Stýri öll á kólmaður. Við fórum að æfa meira, hann gerði meiri kröfur. Hann hafði gott skinnbragð á leikinn og hefur enn. Hann verður áttræður núna í sumar. Og ég var að tala við hann bara fyrir 2 dögum. Allar ekki að fylgjast með? Jú, hann fylgist vel með íslenska landsliðin og horfir á alla leiki. Hvað segir hann liðið? Já, hann segir að snjóri, hann segir að gera fína hluti, snjóri, að gera góða hluti, ánægði með hann. Þetta er alvöru handbolti sem við erum að spila. En gætið ykkar, segir hann alltaf, þetta eru erfiðir leikir framöndan. Já, það er það. Guðmundur Guðmundsson, fyrir landsliðsþjálfari og hornamaður. Snillingur mikill. Hann sagði mér einu sinni að í viðtali sem ég tók við hann að þá sagði hann að þegar Bótan kom, að þá ákvaðan bara fylgjónum í einu öllu. Aldrei efast við neitt sem þessi maður segði. Og hann sagði, hann hefði satt mér að hlaupa í gegnum hurðina þarna, ég hefði reynt. Bara ákvað fylgjónum í einu öllu. Já, ég held að sko hann var ótrúlegur og bjó í raun og veru til kynslóð manna sem að ekki bara voru frábæri leikmenn, heldur hann bjó líka til þjálfara kynslóð. Alfreð, Guðmund, Viggo, Þorberg og ég segi nú stundur svona í gríni að Snorri Steinn er síðasta afsprengi Bótanskólans. Það var svolítið með kallinum í að fylgjast með. Já, hann gerði það, sko, hann fór með mér nánast á hverja einustu æfingu þegar hann gat frá 4 ára aldri. Og ég vissi ég gat farið með hann og ég man í aðdraganda Ólympíuleikana í Seúl og þá held ég að Þorkir Sjóttar Mattísson hafi sagt að Snorri Steinn væri með bestu mætingun á landsliðsæfingar, hann væri alltaf en ég gat sko farið með hann, ég smurði bara nesti, setta í box og hæsi drykk eða svala
og þar sat hann upp á pöllum og drakk eitt í sig krakkinn, sagði ekki orð og horfði bara á hverja einustu æfingu og það var ekki hægt að ræða við hann meðan æfingin stóð, hann Rauðtekinn. hann var svo upptekinn að fylgjast með. Það sjálfsög. Ég held að þannig hafi þetta nú kannski orðið til hans handbolta áhugi og svo framvegis, þannig að hann drakk eitt í sig ungur. Já, sonur minn sem held ég sé jafnaldri Snorra, hann var í Fram og í handbolta og þjálfarinn þar var ekkert, hann var bara í slag við strákan og ég sagði við hann, ég nenni sig ekki, sko, ég kem ekki með því aftur að horfa á þessa vitleysu. Og einhver ungur strákur sem var að þjálfa það, sko, og svo fór hann ekkert á æfingar, svo segir hann, má ég fara í Víking? Ég segi, já. Og ég fer með hann í Víking, þá er Gaupi þjálfari. Já, þetta er þá yngsti flokkurinn, sko, ef mann rétt. Já, ég var lengi að þjálfa yngri flokka Víkings og þar voru margir góðir leikmenn sem ég þjálfaði á sínum tíma, Sigurður Gunnarsson, Karl Þráinsson, Guðmundur Guðmundsson nota bene. Ég tók við honum sem unglingi og þá var mér sagt að hann væri óferjandi og óalandi, það var ekki hægt að þjálfa hann væri svo mikill villimaður, en það er einhver besti drengur sem ég hef haft, gríðarlega duglegur, atorkursamur og varð á endanum stórkostlegur leikmaður og frábær þjálfari, eitt sá besti í heimi og ég vil meina að það séu fáir betri þjálfari í heiminum til í dag heldur en Guðmundur Guðmundsson. Ólympíu gull, strákar. Já, hann var frábær og það var mjög gaman að fylgjast með þegar að hvar var nú mótið út í þegar að hann var að þjálfa íslenska lið og Danirnir voru svo gráir kettir í kringum hann, sko, og voru eiginlega alltaf vonast til þess að hann var að þjálfa Danina þá. Já, hann var að þjálfa Danina. Og það var Nikoli Jakobsson var þá á bakkinu á honum og maður fann það að hann var ekki alveg með klefan, sko. Nei. En þeir fannst hann ekki tók mikið tíma í vídeófundu og eitthvað og Danirnir nefndi þið ekki, en þvílíkur þjálfari sem Drengur var, sko, alveg geggjað þjálfari. Hann er á bæði gull og silfur frá Ólympíu. Já, og brons með íslenska landsliðinu frá Evrópumeistaramótinu í Austurríki 2010. Sama hvað menn segja nú Guðmund Guðmundsson og Danirnir hafa ýmislegt hann að segja, þá veit ég bara að hann er einn albesti þjálfari sem að Ísland hefur nokkru sinni átt, kannski sá besti og ég mani til því að þegar hún var sagt upp sem þjálfari danska landsliðsins þá voru margir sem höfðu ástæðu til að tjá sig hans þjálfunar aðferðir og ég mani eftir því að það var lítið viðtal við Snorra Stein í Morgunblaðinu, ég man rétt og þá sagði hann bara einfaldlega að þetta er langbesti þjálfari sem er nokkur sinni þjálfað mig og ég held að það sé rétt og ég undirstrika að Guðmundur Guðmundsson er frábær handboltaþjálfari. Já, og drengur góður. Heldur betur. En hann er ekki neitt lið núna, en samt er það svo merkileg, sko, þessi fámenna þjóð sem við erum, sko, að við eigum svo 2 aðra þjálfara þarna, sko, og einhver smá liðum, bæði Alfreð og Dagur. Já, og svo er Aron Kristjánsson með Q1. Já, á þessu móti, þá er þetta ekkert engin smá lið sem þeir að þjálfa. Nei, þetta er bara alvöru menn. Og alvöru lið sem þeir þjálfa og toppdrengir og toppþjálfar með þeim betri í Evrópu, þannig að við eigum góða þjálfara. Já, það er mjög svo. Ég kynntist Þjóðverja í golfi á Íslandi. Mark Hansen heitir hann býr í Flensborg og hann kann bara nöfnin á íslenskum handboltamönnum í Þýskalandi betri ég gæti farið með það. Hann er svo mikill aðdáandi íslenskra handboltamanna og hann Flensburg sem er nú rétt hjá Kíl. Þannig að Kíl var náttúrulega svona, þekkti það allt mjög vel, sko. Og svo segir hann, sko, þá erum við í úrslitum, náttúrulega í handbolta eins og alltaf, og í fótboltanum. Þá erum við að fara inn á, í manni hvort var EM eða HM þá, og hann bara átti ekki orðið yfir þetta. Svona fámenn þjóð, og þá gæti ég bættið og Eurobasket, sko. Nei, jú, það var alla 3 stæðstu bolliðrúðirnar. Við vorum í úrslitakeppni þeim öllum. Já, þetta er alveg með ólíkindum og þú nefnir þennan Þjóðverja, þá langar mig til að nefna eitt snilling, Jürgen Klopp. Já. Það var einhvern tímann spurður íslenska knattspyrnu og tjáðist nú lítilega það, en sagði, ég veit að Íslendingar eru frábærir í handbolta og eiga marga stórkostlega handknattleiksmenn, sagði hann.
Þannig að þetta fer víða og menn eru meðvitaðir í Þýskalandi okkar get og okkar styrk. Og þegar ég fer til Þýskalands þá hitti ég menn sem muni til Geir Hastensinni hjá Göppingen, Ágústi Svavarsinni og ekki síst Axel Axelsinni og Óla Há sem voru í Grúnvæs Stankersen myndin. Það eru margir sem minnast á þá. Þannig að sagan fer víða, sko. Nei, ég held að við áttum okkur á því að íslenski íþróttamenn hafa verið að standa sig gríðarlega vel og eru mikið landkynning og eins og við bara sjáum á áhuganum á til að mynda handbolta. Nú eru allir að tala þetta mót sem framöndan og það ekki lítið sem að okkar drengir hafa á herðunum með heila þjóð sem að bara vonar og býður eftir því að úrslitið verði hagstæð. Já. Það eru sko líka eins og ég segi sko margir púkar. En ég kalla sko þennan aðdraganda að þessum stórmótum, ég kalla þetta ég held það leikarnir. Því að allstaðar það sem að ég sko hlusta sé fyrirsagnir og millifyrirsagnir, sérstaklega hjá sérfræðingunum, þeir nota mikið ég held það. Þess vegna ég kalla þetta ég held það leikarnir, þeim lokið, nú tekur alvaran við. Já. Þeir eru búin að standa sig samt mjög vel hérna á biðstofunni á RÚV. Víða, frábæra hluti. Sérfræðingar. Auðvitað það líka hlutverk fyrir það sem eru í þessu að vera finna einhverjar veikleika á leikliðsins og það allt saman sko bara til að búa til umræðefni. En ég held að þegar þetta byrjar allt saman að þá verði allir komnir á sömu línu og þetta verður bara æðislega gaman. Herðu, Björgvin Páll, strákar, hann er að verða bara einstæmi, sko, þessi maður, hann er 41 árs og enginn í vafa það hann er annar besti markmaður Íslands. Já, ég tek alveg undir það, sko, auðvitað höfum við séð markverði í gegnum tíðina á þessum aldri. Palikka er á þessum aldri, náttúrulega markverði Svíja. Og þeir Ómægir var nú orðin gamall. Það er nú bara þannig með markmenn að sko oft ná þeir ekki að tikka inn fyrir þeir orðnir svona 28-9 ára. Þá eru þeir komnir á góðan stað með mikla reynslu og við sjáum í dag ekki mikið af ungum markvörðum brillera sko. Nei, heldur ekki erlendis. Mér finnst það nú dálítið athyglisvert líka, það er nú töluvert síðan ég hætti sem íþróttafréttamaður en fór á mörg mót með þessum strákum og þetta er raun og verið sami kjarnin ennþá í liðinu þannig að þetta er gríðarlega reynsla og þess er ég svona yfir mig spenntur yfir því að sjá hvað við gerum í þessum móti. Já. En aðeins með markmenni verður þá heppnir sko Viktor Gísler ekki þá 28-29 en hann er ekki komin á toppinn. Nei, og hann er eitt mesta markmannsefni Evrópu. Ég held að það sé algjörlega klárt. Og hann á bara eftir að verða betri. Auðvitað þurfum við ykkur sem getur stutt við bakið á honum á komandi árum. Ég held að þeir sé á leiðinni. Það eru margir markverðir sem eru lofandi. Einar Baldvin í afturheldingu er mjög lofandi strákur. Hann er að komast á góðan aldur. Og ég ætla að vona að hann komist í atvinnumennsku sem fyrst því að það myndi hjálpa honum upp á framhaldið og að vinna sér landsliðssæti. Já. En þannig að, sko, ég heyrið á ykkur þér alveg sæmilega bjartsýnir fyrir mótið. Já, ég er sko bjartsýn, en ég er raunsæn. Já, ég ætlaði að fara að segja það. Guðjón hann heldur svolítið í taugina, sko, hann aðeins, ekki alveg eins bjartsýn og ég. Þó hann örgulega myndi segja mér á eftir þáttina að hann væri bara mjög bjartsýn, sko, en það hætti bara að kaupi. En það er engin ástæði til annars en að vera bjartsýn og auðvitað svo geta komið ýmsar breytur upp sem að við vitum ekki en ég meina eins og staðan er núna og ég meina þetta byrjunarlið okkar og ég heyri sé það sem ég er að lesa mótið að það eru margir sem hafa svona er að benda á Ísland að þeir getu komið töluvert óvart sko því að leiðin í gegnum milliriðilinn er greiðari heldur en hinum megin. Þannig að ég held að við vinnum réttum leik, ef við töpum einhverju leik, þá töpum við bara réttum leik, en ég er bjartsýnn á að við klárum þennan riðil með fullu húsi, vinnum Ungverjana í lokaleiknum. En samt verðum við að passa okkur svolítið á því að á Evrópumeistaramóti, Arnar þekkir það nú mjög vel, að sko þá eru oftar en ekki
innbyrðis úrslit og úrslit annara leikja sem hafa meiri áhrif heldur en á heimsmeistaramóti einfallega vegna þess að leikirnir eru erfiðari. Ef þú kemst í milliriðilinn þá muntu spila við Króatíu, Svíþjóð, ég held Slóvena og Sviss, að því ég held að Sviss verði það lið sem komið mest á óvart á þessu Evrópumóti. Þeir eru að búa til verulega gott lið þessar myndir. Ég sagði þetta Ítalina fyrir 3 árum, þeir verða sterkir eftir 2-3 ár og það orðið reyndin. Þannig að sko það eru breytur og hættur á allri leiðinni og á svona Evrópumóti hver einasti leikur frá leik 1, það bara úrslitaleikur. En sko leikmenninir, eru þeir og bara þjálfarar og fleiri sem eru þarna úti, eru þeir mikið að hugsa hennar mikla stuðning en andlega stuðninga heimann? Ég held að þetta orðin svo leikreindir stráka sko. Þeir vita það að þetta bara undir þeim komið sjálfum og ég held að þeir eru ekkit að láta það stuða sig þó einhver sé að segja eitthvað liðu, það fylgjast þeim með allt það, en þegar inn á völlinu komið þá skiptir þetta held ég engum máli. En áhörundur? Jú, þeir skiptu þetta máli í höllinni og hérna... Hefur ekki von á íslenskum áhörundum? Jú, það verða tæplega 3000 Íslendingar í Kristjánstad allavega. Verða eitthvað færri í Malmö vegna þess að það bara erfiðar að fá miða þar og var mjög erfitt að fá miða í Kristjánstad. Það uppselt á forriðurinn í Kristjánstad, það ekki hægt að fá miða nema eftir einhverjum grókaleiðum. En stuðningurinn verður góður og auðvitað hjálpar stuðningurinn liðinu. Ég held að þeir sé ekkert að spekulera mikið í því. Og ég veit nú reyndar, get nú upplýst að hér að þjálfarinn hvorki les blöðin eða fer á samfélagsmiðla og meðan á móti stendur. Hann hefur gott lag á því. Ég held að það sé nú örugglega með einhverja leikmenn líka sko. Þeir gera það ekki. Sérstaklega ef að leikurinn hefur ekki farið vel þá láta þeir bara eiga sig en ég held að þetta eru bara orðnir svo góðir gæjar sko. Ég held að þeir hafa engar áhyggjur af þessu. Það segja svona bara atvinnumenn og það er ekkert að láta trufla sig. Þetta er vel orðað. Þetta eru atvinnumenn fram í fingurgóma. Allir sem koma að liðinu, sjúkraþjálfarar, læknar, þjálfarateymi og svo leikmenn. Þetta eru bara atvinnumenn. Þetta eru bara proffar svo við slettum. Já, en það er líka hérna svolítið merkilegt líka sko, eins og handboltalandslið hefur heillað okkur mikið að svo HSI alveg í krokkum. Já, ég reyndar hef aldrei skilið það hvers vegna í óskupunum við erum ekki með öflugt samband sem hefur úr gildum sjóðum að velja því að þetta er náttúrulega íþrótt sem allir fylgjast með og hérna það er alveg ótrúlegasta fólk, ég er nú búin að kynnast í gegnum tíðin að ótrúlegasta fólk var að koma til í mín og spyrja mig hvernig þetta leikurinn fari og þá var þetta einhver gamall maður eða gömul kona sem að fylgist bara með handbolta. Þetta er bara einhver samnefnari og menn tala nú oft það, þetta sé nú happað fengur að fá þetta í þessum hundleiðilega mánuði, janúarmánuði. Þegar allt er á kafi snjó eða oftast er á kafi snjó og menn komast ekki ferða þessi. Já, ég bara alveg sammála Arnari en það er auðvitað dýrt að halda þess úti því að á undangengnum árum við eigum ótrúlegan efni við unglingalandsliðin eru frábær. Í sumar var 17. liðið Ólympíumeistari í Norður-Makedóníu. Frábært lið, frábær efni, stráka fættir 2008, 2007 árgangurinn er geggjaður. Þannig að þetta virðist alltaf koma, við fáum alltaf upp leikmenn sem ná alþjóðlegum klassa og ég ætla nú að vitna í gamla vin minn og sagnfræðing sem nú er látinn Árna Indriðason fyrrum kennara í menntaskólanum í Reykjavík. Hann var í svona spurður af því að Morgunblaðinu hvernig stæði á því að við verðum svona góðir í handbolta og Árni sagði að það væri sín skoðun að þetta væri genatist og þetta væri í raun frá víkingatímanum. Nú sagði blaðamaðurinn, hvernig getur þú rökstutt það? Já, á víkingatímanum þá höfðum við ekki nein vopn. Við þurftum að verja okkur með því að kasta hverju grjóti og hann sagði, þarna kemur sagan inn og þessna erum við svona góður í handbolta, sagði Árni, ég var mjög hrifinn á þessu. Nei, það sem ég áttu líka við í sambandi við við peningastöðu eða fjárhagsstöðu HSI, íþróttagreinarinnar, er að við erum með fullt af
fyrirtækjum, stórfyrirtækjum í landinu sem að mér finnst einhvern veginn að þau skuldi aðeins þessar íþrótt að koma með aðeins meira fjármagn inn í þetta. Og við horfum á þetta auglýsingar og búningum, hugsið ykkur, þetta er eitt af bestu landsliðum í heimi, eða við getum sagt svo í þeirri grúpu 10-12 bestu liða í allavega Evrópu og þar með í heiminum því að Evrópu er stærst þar, að við skulum ekki fá meira út úr fyrirtækjum sem að ættu kannski að nýta sér þetta betur. Ég man nú ekki gott að Baldvin Þorsteinsson, núverandi forstjóri, hann er náttúrulega að koma núna sterkurinn, Samherji. Hann hafi spilað landsleik, ég veit það ekki. Veist þú Ég held að hann hafi spilað landsleik en þetta er bara hrikalega góða punktur hjá Arnari. Ég held að Arion banki hafi gert vel, Benedikt Gíslason bankastjóri hefur stutt vel við bakið á landsliðin og hækkaði styrkin held ég nýverið og svo má ekki gleyma Samherja á Akureyri, saman segjum það Þorsteinn Már Baldvinsson komu mjög sterkir inn verið hrikalega öflugur styrktaraðili fyrir handboltan á Íslandi og talanum sonur hans og við eigum svona fólki mikið að þakka að hafa og vilja leggja í þetta pening og ég vil bara fjölga í þessari fjölskyldu ég líka sjáum að auðvitað gengur sumu fyrirtækjum betur en öðrum og að kannski að taka aðeins meiri þátt í þessu þannig að við getum elt yngri landsliðin, við þurfum auðvitað að huga þessari endurnýjun, þessi strákar verða ekkit endalaust í landsliðinu það þurfa að koma einhver aðrir inn í þetta líka og við þurfum að gefa þessum strákum með þessum krökkum, bæði strákum og stelpum tækifæri til þess að taka þátt í mótum og það kostar bara peninga. Og ég hef oft sagt það, mér þykir óstjórnilega vænt Þorsteinn Már Baldvinsson og Baldvinsson hans, ekki síst vegna þess að þessir menn sem að stýra þessu risafyrirtæki norðan heiða hafa bara gert hrikalega vel við handboltan á Íslandi og fleiri íþróttagreinar og við þurfum bara meira af svona fólki. Það er bara þannig. Ég held Ég held að við getum alveg hort í baksinnispeilin og velti fyrir okkur ef að sambandi hefði kannski verið sterkara fyrir einhverjum árum, þá væru við kannski búin að vinna til veluna. Og það munar kannski ekki nefna bara einhverju smottir í og akkur ekki að taka slægin. Ykkur leikmaðurinn sagði að landsliðsmenn annarra þjóða þeir trúa því að íslensku leikmenni fá ekki krónu fyrir þetta. Þetta er rétt og ég veit það bara og til að mynda varðandi danska landsliðið í gegnum tíðina að þegar hringt var í þeirra staðstu hesta og sagt nú væri framundan heimsmeistaramót og það fyrsta sem leikmaðurinn sagði þegar sambandi hringdi já og hvað fæ ég greitt fyrir það? Mér finnst þetta dásanlegt og ég myndi ekki vilja breyta þessu. Þetta bara sýnir það bara hvað þetta hjarta í þessum strákum er sterkt. Þetta eru leikmenn sem að spila í flottum liðum og svo eru að taka áhættu með að fara svona mót. Tökum bara mann eins og Gísla Þorgeir. Ég var horfir á hann að fara inn í fangið á 110 kíló af mönnum og handleikir er að vera 30 kíló hvor skilur og ég meina þetta er ekki smá átök. Nei. Og mér finnst þetta mjög fallegt að við skulum ekki vera að taka krefjast þess að fá einhverju greiðslu. Hins vegar er það alveg eðlilegt að ef að staða HSÍ verið sterkari og kæmu fleiri fyrirtæki þá gætu við farið umbuna þessum strákum meira. Eins og við gerðum í fótboltanum. Já, til dæmis og það er auðvitað bara allt annað umhverfi heldur en hjá handboltasambandinu einfaldlega vegna þess að knattspyrnusamband Íslands er í raun og veru rekið af FIFA og UEFA í gegnum styrki og sem er frábært. Þeir fá þar hundruður milljóna í styrki og ef að þeir fengju það ekki þá gætu þeir ekki rekið knattspyrnusambandi, það liggur ljóst fyrir. Ég man eftir því Ólympíuleikunum í Kóreu 1988 þegar ég var að bíða til að fara á leik Íslands og þetta var síðasti leikunni þannig að ég beið bara eftir því að fara í höllina og var að fylgjast með á skjáleik sem var í gangi og þá kemur þetta fréttamaður og hnippir í mig og segir er þetta handbolti? Hann er ekki hugmynd íþróttina og ég fór að velta því fyrir mig núna bara á dögunum
handboltin og körfuboltin, þetta svo hraðar greinar. Fótboltin held ég svolítið að líða fyrir það að leikurinn á langur. Sko, við erum að sóttreisa leiki svolítið mikið, við erum með alls konar alls konar sjónvarpsveilar sem að fylgjast með því hvort að fingurnöglin og einhverju manni fer innan og þá er rangstaða. Hætta með þessa rangstöðu. Já, svona lengi líka. Já, við höfum að hætta með þessa... Þetta tekið bara marga mínútur að... Við höfum að hætta með þessa rangstöðu. Aðstofadómarnir, við höfum að vera með ákveðin fjölda í liðinu sem þarf að vera inn á eigin vallarheimleiki. Þú sett ekki með alla... Þú getur ekki verið með alla verjast, skiluru, 11 leikmennina. Út að vera með einhverja 3 eða 4, menn geta síðan fundið út hvað að tala þeir, sem verður að vera inn á hinum vallarheimleikum. Þannig hlutverk aðstofadómarans þið bara fylgjast með hvort að það sé rétt. Og ef að þú ert með of fáa þetta eða of marga í vörninni, þá lyftir hann bara flagginu og dæmd aukaspyrnu. Þetta bara svona, íþróttin bara, leikurinn bara verður langur. Og íþróttin líður fyrir þetta. Á meðan að handbolti, við sjáum sko bara þessi regla eins og þegar að þessi hraða miðja, hvað búið að hraða rosalega leiknum. Þetta allt önnur íþrótt, þetta var hérna í Kanada. Ég man eftir því þegar að ég var einhvern tíðan á held ég Lottóköp í Noregi og Sovjetmenn þá voru að skipta myndi varðan og sóknar. Já, passar. Og þegar að komu 3 í vörnina, 3, 2 metra menn og rúmlega það, þá bara dimdi í salnum. Þetta voru engin smá lurka sem þetta mættu. Nei, þetta var svoleiðis. En líka þessi sem voru góðir þá, hvernig þeir væru núna? Já, sko, þetta voru íþróttamenn. Það bara svo erfitt að bera þetta saman, sko, æfingarnir öðruvísi. Og leikurinn orðin svo breyttur, sko, ef maður horfir á gamla leiki, sko, þá hugsa maður með sér, sko, já, þetta hefur breyst gríðarlega mikið og hraðinn orðin svo gríðarlegur, sko, þessi hraða miðja. Vorum að tala sko, þegar Íslendingur unnu Dani fyrst, 15-10. Já, ég var á leiknum. Já, ég segi það var bara ekki skoru á 25 mörk í öllu leiknum, sko. Já, og fyrsta markið var skorað frá miðju, Jón Hjaltalín. Já. Og svo líka í þeim spiluð FH og Valur á þessum árum svona hreinan úrslitaleik og FH vann hann 12-10. Já, ég var á leiknum. Já, ég líka. Ég held að Guðjón hafi verið öllu þessu leikjum. Já, þetta var á þessum tíma, þá var bara fullt í Laugardalsvelli. Já. Við mættum þetta voru 2 leikir á kvöldi og þetta var bara mjög gaman, sko. Alveg frábært, en það var heldur ekkit annað að vera. Við höfðum ekki þessa síma og ekki þessa samfélagsmiðla. Maður bara leitaði því í blöðunum, það leikur þarna, svo var maður með sko mótarskrána, maður keypti bókina sko og vissi nákvæmlega hvernig leikinni væru og maður mætti á allt. Ég byrjaði sko á Hálóvalandi. Þar byrjaði ég að fylgjast með leikjum. Þar voru menn eins og Tolli og Bubbi Mortens, þeir voru þar fastagestir á leikjum á Hálóvalandi og Bubbi mjög áhugasamur, pínulítill. Og reykti reynda kamel en það var allt í lagi. Og bjó nánast í næsta húsi? Hann bjó í sama stigagangi og systurmóður minnar og þar kynntist ég þeim bræðurum. Yndislegir drengir. Skil ekki því að hann ekki fengið í bandi með sér. Ég sko, Bubbi var alveg einstakur krakki og ég man vel eftir honum sko því að við söfnuðum saman út í Tates sjoppu. Og þar mætti Bubbi oftar en ekki og á svæðið og mönnum stóð svolítið stuggur af Bubba á þessum tíma og ég man sérstaklega eftir einu dreng sem hét Halldór, stór og staðilegur piltur rauðharður, hittir Bubba og Bubbi var þarna í dyrunum og sagði við Halldór: Dóri, sko, nú ferð þú inn og kaupir pulsu, sínalkó og sígarettur í lausu fyrir Bubba. Já. Og það var bara gert. Já. Svo man ég eftir að Halldór kom út með sko sígarettunar í lausu, eða 2. Þá sagði Bubbi við hann: Heyrðu vinur, sko, ég vil ekki filterslausar. Skemmtilegt. Svona kallmannlegt. Þegar ég var krakki, reykti ég Pall Mall. Löngu filterslausu. Já. Ég slappið þetta allt saman. Ég hef engar tóbaksögur að segja ykkur. Nei. En það ekki sko merkilega sko til frávægna sko. Herri strákar, en þið náttúrulega að horfa á þetta á morgun. Já, Byrjum strax í dag.
Nei, ég horfði nú bara heima held ég. Ég verð heima í Eskiliðin, ætla að horfa á þetta í rólegheitum með fjölskyldunni og ef við förum upp úr riðlinum þá rekna ég nú með því að ég skreppi til Malmö. En sko ég heyrði það í stofunni heim í gær að kona mín lá að horfa á sjónvarpið og saði svona upp úr einsmannsljóði, já ég nú ekki vissum, ég treysti mig til að horfa á þetta núna. Ég sagði nei, ég geri það þá bara einn. Já. Þannig er nú staðan. Já, vegna væntingana kannski. Já, það eru ótrúlega væntingar, en væntingar eru líka góðar. Sko, ef það væri ekki væntingar, hvað væri þetta þá? Það er bara innistæða fyrir þessu væntingu núna, Guðjón. Það væri þetta ekki skemmtilegt. Það er innistæða, niður á réttri leið. Já, bara holningin í kringum, eins og þú ert að benda á, bara allt heimið í kringum þetta. Mér lífst bara mjög vel á þetta. Já, herði, það er Ítalía á morgun og hvað svo? Pólland. Svo Pólland. Svo endum við Ungverjum. Svo endum við Ungverjum sem að hafa verið okkur óþægur ljári þúi í gegnum árin. Já. En ég er svona bjassinn en áður fyrir Ungverjaleikinni ég hef verið. En þetta verða allt hörkuleikir. Ítalía verður hörkuleikur, Pólverjarnir verða mjög erfiðir. Svo ertu bara að fara í úrslitaleika móti Ungverjum og ef við náum okkar besta leik, þá held ég við vinnum Ungverja núna loksins. En það er ekki að vísa róa. Nei, við skulum vonum allt í besta. Að sjálfsögðu gerum við það. Og þakka ykkur mjög vel fyrir að koma, Arnar Björnsson og Guðjón Guðmundsson. Og svo heldur Rauðaborðið áfram hér eftir augnablik. Yndislegt. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.